Já, verið velkomin í Akranesvöllina í dag. Það er stórleikur í annar deild karla. Káramenn taka á móti Fjölnismönnum. Þetta er hátíðisleikur sem að gerist ekki oft en það er vegna þess að Skagamenn er að keppa seinna í dag og er leikurinn í dag klukkan 12:30. Með mér í dag er Fylkir Jóhannsson, það er debut á Fylkaranum á IATV. Góðan daginn, gott fólk. Gott að vera mættur. Það ekki? Jú. Hvernig er heilsan? Herru, hún er bara helviti góð. Já. Þannig að við verum hérna saman að lýsa þessum leik og búist við fjörum leik. Já, það er alltaf fjör hérna í höllinni, sko. Fyrirleikur þessar liða fór 2-2 emitt í Grafarvoginum og þessi lið eru nefnilega að berjast það að komast upp deild. Þannig að Fjölnismenn, þeir eru reyndar aðeins fyrir aftan Káramenn í 5. sæti með 25 stig en Káramenn er í dauðafæri að jafna Selfyssinga á stigum hér í dag. Sjáum það hérna, Káramenn 47 mörk skoruð, Fjölnismenn 43 mörk skoruð. Þetta getur verið markaleikur í dag. Já, það er oft þannig hjá okkur inn í höllinni. Já, heldur betur alvöru dagur hjá okkur, gott veður og það er leikur seinni í dag líka. Alvöru fótboltadagur á Akranesi. Þetta er stórt sko. Kannski við förum við byrjunarliðin á liðunum. Það er ekki mikil förum við hérna liðgestana, það er Snorri Þór í markinu, Árni Steinn Sigursteinsson, Viktor Andri Hafþórsson, Bjarni Þór Hafsteinn, Mikael Breki Jörgensen, Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson, Birgir Þór Ólafsson, Egill Otti Vilhjálmsson, Birgir Þór Jóhannsson, Ímir Hjálmsson sem er Skagamaður og Dagur Ingi Axelsson. Varamenn Frosti Hjaltason, nr. 7 Aron Fannar Hreinsson, 18 Markus Steinn, 26 Einar Örn Harðarsson, 45 Bjarki Fannar, 78 Elmar Daði, 88 Mikael Trausti og þjálfari gestana er Gunnar Már Guðmundsson og einhverjir meistarar með honum hann í liðstjórn. Þá var að lið heimamanna, það er Logi Mar í markinu, Tómas Týr Tómasson, Marno Hilmar Ásgeirsson, Sigurður Logi Bergþórsson, Benedikt Ísar Björgvinsson, Birgir Hrafn Samúelsson, Mikael Hrafn Helgason, fyrirliðinn Árni Salvar Heimisson, Grétar Jónatan Pálmarsson, Finnbogi Lagstad Aðgeirsson og nr. 40 Stefán Logi Sigurjónsson, varamenn Gunnar Bogi Hilmarsson, Gísli Fannar Ottesen, Jón Þór Finnbogason, Atli Freyr Bjarnason, Viktor Gasiaski, Kolbeinn Tumi Sveinsson og Róbert Elli Vífilsson. Þjálfarar Káramanna eru Úlfur Albert Hafsteins og Siggi Sigur Jónsson. Þetta er held ég bara óbreytt lið frá því síðast á móti Selfossi. Það vantar held ég bara Albert Hafstein sem er meiddur, það vantar líka Jóa Brega sýnist mér. Hann er með kynjaveislu í dag, það þýðir ekkert að vera að keppa í dag hérna. Við óskum honum til hamingju með það. Já, til hamingju vinur. Hann lítur að vera stillinn. Já, það hlýtur að vera. Annars er nokkrar mínútur í leik. Fylkir, hversu stórt er það fyrir Káramenn að fá Kolbeinn Tuma í glugganum? Herðu, það verður bara að segjast mjög stórt. Það ekki? Frábær leikmaður og sýndi það heldur betur síðasta sísón með hérna Tindastól. Aðeins verið að lenda í meiðslum núna þetta tímabil, þannig að við vonum að hann komi sterkur inn. Heldur betur, hann getur það. Já, hann var óopið með meiðsli fyrir sumar, rifbeinsbrotnaði en hann er að koma tilbaka. Var í Ólafsvík náttúrulega fyrir sumar. Já. Fekk ekki mikið að spila þar. Nei. Og náttúrulega litaði svolítið af meiðslum. Þannig að svona erfiðu tími kannski, en hann er komin heim í hlíuna. Já, hann er frábær leikmaður. Og hér sjáum við liðin labba inn á. Það er svona ágætis mæting í stúkuna, þó að flestir séu nú stillinn frekar. Já, ég held að flestir séu með þetta í sjónvarpinu, það er nú bara þannig. Margir á Skaganum kalla þetta Hilmar Elís slaginn. Hann náttúrulega spilaði fræga sumar 2024 með Fjölni. Já, fyrir það 25, ég man ekki. Það er ekki 25? 25? Fyrir já, það 25, með, já. Fyrir það með hérna Káramönnum. Og fræga sumar 23 með Káramönnum. Þannig að einnig Óskar Vasilevski. Óskar Vasilevski, þetta er líka Óskar Vasilevski slagurinn. Leikmaður Fjölnis í vetur en það dugaði ekki fram á sumar. Nei, hann nefndi því ekki. Nei, hann nefndi því ekki. En við erum að búast við fjörum leik. Það er nú bara þannig.
hann er bara hannig. Og ég hérna er á tökkunum í svona þriðja skipti þannig að ekki búast við, ég ætla að reyna mitt besta á tökkunum. Það gæti orðið eitthvað rugl í gangi. Já. En þið afsakið það nú held ég. Þetta er nú bara voða heimilislegt hjá okkur hérna. Já. Síðan Maran og Hilmar síðastur í rauðinni. Númer 7. Það er alltaf eitthvað fallegt við það. Dómaradagsins er Atli Björn E. Leví. Aðstofdómar 1 er Daniel Ingi Þórisson. Aðstofdómar 2 er engin annar en Sigurður Skram. Og eftirlitsmaður er Sigurður Hannesson. Það er bara frábært tríó hérna. Alvöru tríó. Og já, við erum að sjá líka einn skagamann eins og ég sagði hann í liði Fjölnis, Ímir Hjálmsson. Hann var hjá Völsungi fyrir sumar, kom í glugganum til Fjölnismanna og er góður leikmaður. Já, góður leikmaður. Við hérna æðum nú með honum eitthvað og hérna maður sér alveg gæðin í honum. Smá svona journey hjá honum, hann er að taka svona, já, journeyman. Hann er að hérna stimpla sinni með mörglið. Já. Hann vill ekkert halda sér á einum stað og það er oft virðingavert. Það er nefnilega vel gert hjá þessum ungu strákum að þora að taka skrefið út á land og finna sig. Já. Ekki? Það er bara heldur betur þannig. Það er alltaf hrannast inn í stúkuna. Já. Minnum auðvitað aftur á leik Skagamanna hérna klukkan 5. Já. Það ekki? Jú. Og það er frítt inn ef þú mætir í gulu. Það er bara þannig. Þannig að eins gott að mæta allan með trefil, einn gulan trefil. Kíkja í fattaskapinn. Hlýtur að leiðast eitthvað gult. Þá fer leikurinn að rúlla á stað. Fjölnismenn hafa tapað síðustu 2 leikjum. Þannig að þeir eru svona kaldir káramenn, ekki tapað í síðustu 6 allavega. Já. 6-7 kannski. 6 ef ekki 7. Já. Þeir gerðu bara verður að síðast gott jafntefli síðast, komum tilbaka sterkir. Eftir að hafa lagt 2-0 undir. Ég þarf að muna eftir að byrja tíman já, 1-2 og. Það var að fara á stað hjá okkur. Já. Fjölnismenn negla honum fram. Sigrún finnur Benna hérna hægra megin. Benni situr hann í gegn, hvað er að gera hérna? DJ Marikum. Já, rangur. Sigurður Skram með þetta í teskið. Ég kannast nú ekki við voðalega mikið á nöfnum í Fjölni en þetta er Viktor Andri, Árni Steinn. Spilar með Þrótti hérna, Viktor Andri. Já, það ekki. Framherji. Vilhjálmur Yngvi er góður líka. Bjarni Þór Hafstein, hann er nú Bliki. Já, góður. Hann er búinn að vera svolítið lengi í Fjölni, það ekki? Alveg í 3 ár allavega. Hann var líka í Ólsörunum. Já, alveg rétt. Þetta er aukast hérna, Ímir er hérna djúpar á miðju sýnst mér. Dómarinn er strax. Já, það var ekkert á þetta. Ekki spjald allavega. Nei. Káramenn pressa. Já. Langur inn fyrir. Hörðu. Það gerðist tilraun. Þetta var fyrirliðinn Árni Steinn, já. Logi með hann langan fram. Árni Salvar með hann langan yfir, sjáum að þetta er hann Grétar. Þetta gera hann frábærlega. Þetta var snyrtilegt. Finnur Benedikt Ísar hægra megin. Já. Barningur hérna, Finnbogi með hann. Kemur með krossinn. Sjáum að Finnbogi kominn ofar, hann hefur mikið verið í bakur í sumar og Benedikt Ísar kominn í hægri bakurinn. Finnbogi, það var leikur hérna daginn þar sem hann færðist upp á kantinn og á móti Kormáki Kvöt minni mig og það breytti leiknum að færa hann upp á kantinn.
Kraftmikill leikmaður. Já. Mikill íþróttamaður. Já, bara alvöru power í honum. Þetta aukaspyrna. Hver brýtir á sér hérna? Þetta 16, Mikael. Eitthvað taka á tal hérna, dómarinn, en ekkert meira. Besti árangur Kára ever í deildakeppni er 5. sæti í annar deild. Þannig að þetta sumar er búið að vera frábært á Káramannum ef að þeir eru allavega að láta skagan dreyma ef maður fara upp. Heldur betur. Það verður nú gaman að sjá hérna klára það svona þetta skipti. Já, Grátlega nálægt á sín tíma þannig að þetta 5. sæti er kannski blekkjandi af því að í rauninni hefðu þeir láta fara upp. Í ákvað að taka Pál Sindra í glugganum. Já, það var svona smá dauðadómur fyrir Kára. Það var umdeild ákvörðun. Já. Káramenn er ekki búin að fyrirgefa það. Pál Sindri átti svakalegt tímabil þetta árið. Úlfur Player fór hól í höggja á dögunum, óskum honum til hamingju með það. Til hamingju með það, Palli minn. Sjáum að þetta er vel spilað á Fjölni. Sending út af. Hversu mikið gera það fyrir Káramenn að hafa Mikael Hrafn með alla sína reynslu djúpana með því? Já, það verður bara að segjast mjög mikilvægt. Gæðin og reynslan náttúrulega bara hefur tala sínu máli. Sjáum sendingir hérna hægri, Benni Ísar með hann. Já, Marri með skotið í hliðarendið. Fyrsta sókn í Kára. Já. Já, Mikael Hrafn kemur inn með gífulega reynslu og gæði og hérna á gaman að sjá miðjuna Albert Hafsteins, Mikael Hrafn og Marino Hilmar í daginn. Það er reynsla. Það er ótrúlegt að ég hafi verið að sjá það. Fjölnismenn ætla að reyna að spila út úr þessu. Finnbogi getur hann. Ekki nógu sending þarna. Birkir Hrafn gerir vel, getur hann þarna á vinstri kantinum. Gretar með hann. Finnur Tómas. Káramenn byrjaði krafti. Hann chipaði honum upp. Ég volley. Tómas Týr. Ungur en búinn að spila fjöldan allan leikjum. Bara hellingsreynsla á honum í annari og þriðju deild. Mjög flottur leikmaður. Spennandi leikmaður. Já. Sjáum að Káramenn pressa þetta inn í byrjun. Mikael gerir vel. Finnur Gretar. Engast. Það er ekkert engast, það er bara Káramenn fá boltan hana. Tómas ætlar að finna Marra strax. Hugsanlega af æfingarsvæðinu. Já. Spurning hvort þið sé að drilla þetta. Drilla. Boltinn fer nú oft í rjáfur hér. Já, það er nú bara þannig. Barningur hérna, Káramenn hafa betur. Benni með hann á hægri. Alvöru bolti maður, það vantaði bara rauða treyju. Káramenn mun líklegri hérna, fyrstu mínúturnar. Já, þau byrja betur. Ímir fær hann inn á Birgir. Birgir ætlar að reyna að finna hann inn á milli. Gerir þetta vel hann Mikael, sýnist mér.
Nú fyrir boltinn í Rjáður. Já. Marri á Tómas, hann svo laus sendingarna. Fjölnismenn. Fjölnismenn róa þetta niður, sýnst mér. Benni gerir vel, Finnbogi stígur óvart á hann. Vel spilað, Bjarni Hafsteinn með hann fyrir utan teiginn. Egill. Og vel varið hjá honum Loga. Logi Mar Hjaltesteð. Logi Mar Hjaltesteð verið flottur í sumar. Náttúrulega með þessa þvílíku hæð. Hann er með þetta vanghaf sem að... Vanghaf sem að mönnum girnist. Það er nú bara hannig. Það er hot fyrir Fjölnismenn, fyrsta hotdagsins. Finnst Egill fyrir að taka þetta. Er þetta æfingarsvæðið? Það sýnst mér. Við verðum að éta þetta Káramenn. Birkir. Spennandi hvort að þessi að fara í Rjáður. Þetta er innkastaldi. Það var bara innkast aftur. Það er heil umferð í deildinni í dag, er það ekki Fylkir? Í Arfendeldinni? Það er heil umferð fyrir mér. Það eru 5 leikir. Sjáum hér að Benni er að geysast upp með boltan. Finnur Finnboga í rennuna. Finnbogi nær ekki komin á fyrir. Já, Haukarnir geta tryggt sér upp með sigri í dag á Dalvík Reyni. Á heimavelli. Ætli Sigur Hrannar skori ekki í þeim leik. Það er líklegt maðurinn að marka vel. Hann er með 15 mörk í sumarhaldi. Já. Næst markahæstur. Það var ekki nema fyrir hann Viðar Örn. Viðar Örn Kjartansson. Sjáum langt innkast. Árni Salvar. Þetta var alvöru kast. Fjölnismenn hreinsaði þetta upp. Mikael Hrafn, yfirveginn. Óheppnir hana. Bjarni Hafsteinn ætlar að kasta honum í gegn. Árni Salvar gerir vel. Ímir gerir vel. Viktor. Hann er getinn þarna, Marri með honum hægra megin. Wow. Gerir þetta vel Mikael þarna. Benni gerir vel. Svolítið að testa öftustu línu af Kármennum í háum boltum. Stefán finnur Birki hérna vinstra megin. Ágætis hugmynd. Sko, hvað eru Fjölnismenn að gera hérna stundum? Nei, lélegt touch á Sigrúni. Það er Sigrún að gera betur. Við erum að nýta þetta, sko. Árni Salvar með pensarn hérna út vinstri. Skert á Grétari. Það er að taka hann á. Já. Gerir vel. Benni. Já. Vinnur innkastið. Sko, eftir að Matti fór frá Káramönnum í þá hefur Grétar komið inn vinstra megin og staðið sér vel. Já, það er alveg kraftur. Það er stórt skarað fylgi. Fylli, heldur betur. Matti með 12 mörk eða eitthvað. Frábær leikmaður. Árni Salvar með kast. Finnbogi vinnur hann.
Þessar pílur frá Adda Sálvar Já, þeir eru í smá vissinni með þessi köst. Og svífur inn í boltinn. Tómas kemur honum aftur fyrir. Fjölnismenn ætla að halda áfram að spila út. Halda í sín gildi. Stefán í baráttunni við Árna. Hann er að koma um hægri megin. Dagur Ingi. Þarna er með hann. Róar þetta niður. Bjarni finnur hann hérna. Viktor. Mikael á Birgi. Mikael. Fjölnismenn aðeins að halda í hann núna. Ímir. Eitt spil hjá Fjölnismönnum. Já. Mikael. Bjarni. Bjarni segur með boltan. Sjáu þetta. Þetta er vel spilað. Og já, flott sókn á Fjölnismenn. Margar sendingar hana. Já. Flott tilþrif hjá Bjarna. Bjarni á að til að dansa eins með boltan. Hann er úr hérna Blikaskólanum. Blikaskólanum. Skemmtilegt hjá Marin og Hilma hana. Sjáum að Birkir er með hann þetta vinstarmegin. Sjörun Logi. Sjörun Logi ekki ná að halda honum aðeins. Er að missa svolítið boltan. Já, Kormen. Marri missir á honum. Þá er það Viktor nr. 10 og ég er aðeins að læra nafninni þá á Fjölnismönnunum. Bjarni. Birkir Hrafn. Logi setur hann upp í þakið. Fyrir ekki svo löngu síðan hefði þetta verið bara bolti tilbaka. Já. Man nú ekki alveg hvernig það breyttir sér reglum. Þetta er kannski svona 2-3 ár. Já. Ekki. Meira það. Hvort ertu meiri fan af innkasti, droppi eða bolti tilbaka? Ég held ég sé hlyttur innkastinu þarna. Aha. Ég held að svona, hvort það sé kannski bara nostalgían, ég veit það ekki. Já. Horfa lengi í höllina, það var innkast. Hvað fallið til það. En þetta er þó skárra heldur en að fá hann tilbaka. Já, það var drep. Við vorum farin að nýta sér þetta. Já. Bara chipa hann upp og negla upp í. Já, negla bara í over og bara losa. Sigurjón í baráttunni, flikkar honum. Birgir. Þetta er vel gert hjá Birgi, Ímir er með hann. Þetta er aukast hérna. Tómas ósáttur með þennan dóm. Tveir ungir skagamenn að kljást. Já. Já. Stefán finnur Marra. Já, þetta er hann. Sjörun Logi er í færi. Sjörun Logi. Já! Yfirvegur í færinu.
Geggjaður Sigurjón. Herru, ég þarf að ná endursýningunni að sjá þetta, ég náði þessu, já. Boltinn hrekkur alla fyrir lappirnar á honum. Þetta var vel gert hjá hann. Við höldum hann ekki verið rangstæður, eða það? Nei. Allt löglegt þarna sýndist mér allavega. Þetta var svona fyrst alvöru færið í leiknum. Já, þetta er búið að vera svona smá miðjumóð núna, síðustu mínútur. Kannski gott fyrir leikinn. Já, gott fyrir leikinn að fá mark í það. Mark í hann, segi ég. Káramenn 1-0. Káramenn 1-0, já. Fjölnir konur með hann hérna vinstra megin, Birgir Ímir með hann fyrir, góður bolti, vantaði gula treyju. Fjölnismenn voru búin að eiga svona ágætis kafla áður en að fá mark í andlitið. Finnbogi nautsterkur, Sigurjón með hann, það er opið hægra megin, Benni, hann heldur línunni síðast mér. Benni gerir vel, fær hann yfir á vinstri, setur hann yfir á DJ Marri. Það er ekki veðja á mótorum hana. Nei. Hann myndi setja hann í skeitina. Hann fín sókn á Kármönnum. Þetta var hendi. Dómarinn sá þetta ekki. Nei, þá hann hafi verið hliðin á honum. Viktor með hann, ætlar að keyra upp vinstri kantinn. Bjarni var með pláss til að keyra inn í þarna. Finnbogi, Mikael. Gretar. Kármenn aðeins að reyna að halda í hann. Já. Káramenn eru komin núna upp í annað sætið með náttúrulega miklu betri markatölu en Selfoss. Plus 19 er markatölu, með Selfoss með plus 9, þannig að Selfoss á Þrótti Vogum úti í dag sem er alls ekki létt. Nei, það var bullandi fallbaráttu Þrótti Vogum. aldrei verið auðvitað leikur að fara í Vogana. Fórst þú með Káramönnum í Vogana og vannst? Það held ég ekki. Ég fór einu sinni og tapaði 7-0 held ég. Ég man ekki eftir að unnið, sko. Það voru þeir með sitt frábæra lið, Siggi Bond var þar. Já. 7-0. Já, það var eitthvað svona skrítið. Það var einn erfiðasti leikur sem ég spilaði held ég. Það er líka alltaf svona 20 metrar á sekúndu, sko. Já. Það hjálpar ekki. Nei. Þegar maður er að verjast. Og grasvöllur. Sem kannski hentar ekkert okkur Káramönnum. Nei. Og vel. Skeytingin yfir hægri. Benedikt Ísar. Mikael. Birgir ætlar að finna Finnboga þarna. Sama Viktor með hann þá hérna. Alvöru hlaupabraut fyrir framan hann. Nei, það er ekkert á þetta. Lætur þetta alveg vera dómarinn. Þetta var vel gert á Tómasi. Marri með hann. Það er einu einhverja þríðninga hérna. Árni, fyrirlið. Frábær vörn. Stefán pakkar hún saman. Gretar. Stefán með sendingu sem var ekki on hérna. Mikael. Nú með hver hægri hafsendinni var manna. Ég er ennþá að reyna að finna hann, sko. Já, maður sjá. Það er Birgir held ég. Það eru tveir Birgir. Já. Þetta er Birgir. Báðir Birgir Þór líka. Ha. Það er erfitt fyrir okkur lýsar. Mikael. Þetta er Vilhjálmur.
og þetta er Birgir Þór. Birgir En Þór. hægri bakkurinn. Númer hvað er hann þarna? Já, er það Dagur Ingi, já, 77. Já, það er rétt. Ok, horfum okkur með það. Þetta er vel spilað á Fjölni. Dagur Ingi á Þetta er færi. Birgir. Birgir Þór Bakur. Jóhannsson. Birgir Þór Bakur. Já. Hvað er það? Birgir Bak. Ágætur skot. Það eru alveg færi í þessu leik. Já, já. Á báða búa. Þetta fer ekki bara 1-0, það er klart. Nei. Ég held að þessi markadagur á Skaganum í Það dag. er svoleiðis. Já. Sko, Skagamenn er að fá F-fæðingu í heimsókn sem að elska 0-0 jafntefli, sko. Já. Finnbogi flikkar honum. Var það ekki bara eitthvað sem er búið, held ég? Ég ætla að vona það. En í að vinna í dag, það er cirka 100%. Það ekki? Jú, við erum á alvöru siglingu þessa dagana, við erum komin í 5. sætið. Segir við eins og ég segi í liðinu, en Skagamenn. Þú ert Skagamaður. Já, vissulega. Já, Fjölnismenn éta hann að hægra megin. Já. Já, vel gert hjá Steppa. Tómas Gretar vinstra megin, þetta er aðeins og lögsending eða hvað? Gretar nær honum? Nei. Svo er þetta heimkoma á eftir, það er Óliður Stefánsson, meitir Alveg rétt. upp á Skaga. Og Jói Kölli náttúrulega að þjálfa. Og Jói Kölli auðvitað. Þetta er bara alvöru sögulínur. Skrítið fólk mætir ekki á leikinn í dag. Já, frítt inn, sko. Frítt inn. Og 15 gráður. Langur fram. Þetta er ekki búið að vera að virka hjá Fjölni, myndi ég segja. Já, Logi pensar hann fram. Bara í hlaupið á Sigurjón. Snorri með ágæti skiptingu yfir á Birgir bakvörð. Mikael. Mikael, já. Vá. Nánast búinn að droppa fyrir Sigurjón Loga hana. Já. Eins og gammur í tegnum. Já, hann er grimmur. Sjá nú kemur sprettur. Stefán. Þetta var aukaspyrna. Bjarni á Árna Stein. Árni, þetta er vel gert hjá Stefáni. Finnur Marino hérna á hægri kantinum. Marino reynir erfiða settingu. Já, já, fínt. Stefán hreinsaði þetta upp. Káramenn er ennþá eftir að tapa í höllinni í sumar. Þeir eru með 4 sigra af þessi vinst, held ég, og 5 jafntefli. Jafntefli búið að vera svolítið þema hjá Kármönnum. Þeir eru með hvað 9 jafntefli í sumar. Langflest allra liða. Sjáum að Bjarni. Ímir. Ha. Það var svona soft. Soft var það. Það var að Bjarni sem ætlar að taka þessa spyrnu. Það var að snúa hann inn líklega. Já, það kemur einsvingið. Káramenn éta þetta. Ímir gerir vel, setur hann á vinstri. Wow. Finnbogi. Jájá. Marri flikkar þessu út af.
Þetta er skrítin sending úr vörninni. Nei, Káramenn verða að nýta þetta. Útivallar árangur Fjölnis í ár er ekki spes. Þeir eru með 2 sigra, 1 jafntefli og 5 töp. Þeir eru 1-0 undir hérna. Já. Þeir eru ennþá að biðja eftir almennilegu færi. Það er röð af hálffærum. Marri hælar hann á Tómas. Marino. Mikael færir hann á Birkir. Gretar. Benni. Setur hann á vinstri löppina, skrítin sending. Mikael. Káramenn halda vel í hann, þetta er vel gert. Tómas. Vá. Er leysi úr þessu. Árni Salvar. Árni Salvar. Það að setja hann upp. Þetta er flottur bolti. Það er rangur. Sér að vera fyrir innan. Já, já. Það var svona næstu í gott spil hjá Já, þetta Benni hefði bara mátt taka niður hann. Já, Káramenn er búin að vinna strax aftur. Tómas kemst í þetta. Þetta var vel gert hjá Bjarna. Vilhjálmur. Bjarni skallar hann niður á Ími. Mikael. Káramenn komast inn í þetta. Árni, hvað ætlar hann að gera? Hann er ennþá með hann, eða hvað? Eða hvað? Kári á þetta. Jæja. Ímir fær aukaspyrnuna, þetta er rétt. Fjölnismenn aðeins að pressa núna, svona hálfpressa. Mikael á Birki. Enginn í þessu hlaupi. Já, Fjölnismenn með hann þarna. Ímir. Bjarni með áhugaverða sendingu. Gretar. Þetta er aukaspyrna. Marri með hann í ágætisplássi. Léleg sending.
þetta er bara svona eitthvað hjá báðum liðum núna. Já, það er ekki mikil gæði sem er að breytast út í hana núna. Sjáum hvort að Káramenn getur byggt upp góða sókn. Tilbúið með hérna hægra megin, keyrir inn á völlinn. Vill fá okkur að hjálpa hann, sýnist mér. Þetta er lesið. Birgir verið flottur í þessu leik. Ímir búinn að hleypa sig í vesen. Fær aukaspyrnuna. Fá okkur að 5 aukaspyrnur þetta. Marri, tuðar hann lítið eða hvað? Hann tuðar lítið. Herri, hvað er hann að segja sig? Er það rautt? Eða rautt? Nei. Ég sá glitt í rauðarspjaldi, Þetta var ekki seinna. Döð brá. Marri er búinn að vera svolítið að tuða. Já. Hann er alltaf að koma með guld. Hann er búinn að sækja sér eitt guld og vonandi verður það ekki honum að falla í dag. Ég vonum ekki, maður nú á nokkur rauð á bakinu með Káramenni með það ekki? Jú. Hann hefur fengið 1 eða 2 allavega. 1 eða 2, já. Mikið passjón í Mara. Já. Maður er nú búinn að vera í Kára síðan, ég bara veit ekki hvenær. Leikjæðasti leikmaður Kára? Já, það ekki? Gott ef. Það mun enginn toppa hann aldrei. Nei, það er nefnilega mitt málið. Svona smá LeBron dæmi. Þú veist að sjá hvað hann er búinn að vera lengi, eða? Marino. Það er ekki hægt að sjá, sko. Hann á 261 meistaraflokksleik á KSÍ. Mest allt með Kára í rauninni. Bara 4 rauð. 4 rauð, ok. Þetta var meira. Nú er ég farin. Hvað er að gerast hérna? Þeir eru konur inn á teig. Nei, þetta er aldrei hendi. Þeir eru alveg brjálaðir. Getum við séð þetta í endursendingunum að sjá ef við erum á tónum með það. Sjá endursendinguna. Klaufagangur á Kármannum. Þetta er svona... Þetta er soft. Þetta hefur verið soft. Það er ekkert að gera í þessu dómarinn. Bæði lið kasta langt. Nei, byttu. Herra, hann ætlaði langt, fór í stutt. Þetta var örugglega á aukarsvæðinu. Sigur hann á hjólinu. Sjáu þetta. Ætlar að finna Marra. Marri gerir vel. Þetta er aukaspinna. Sjáum Grétar með hann hérna vinstra megin. 1 á 1. Grétar fyrir fram hjá hann með að hvað. Fær hótspinnuna. Nú geta Káramenn stilt upp í fast leikadreið hér. Káramenn skoruðu 2 mörk úr föstu leikadreið gegn Selfoss í síðustu umferð. Við sjáum hvort að þeir haldi áfram upptökum hætti. Marin og Hilmar á boltanum. Þetta er bara næstöngin, ekki nógu gott. Marin ætlar að koma hann inn í aftur á fjær. Ekkert varð úr þessu. Birgir, Benni, Sigurjón, sá Vilhjálmur gerði vel hana. Káramenn geta nú bara að spila úr þessu held ég. Flott hjá Benna. Þetta er bara vel gert hjá Stefán. Stefán bara flottur í dag. Já. Hann er ekki að finna sendingur þetta samt. Egill lítið farið fyrir honum myndi ég segja. Það er á hægri kantinum hann. Já, það er rétt. Það ekki? Er í rauninni lítið búið að bera af sóknuleik hjá Fjölnir. Já. Þannig lagað. Það var Bjarni Þór Hafstein meiri í boltanum. Þessi sprækastur þeirra manna. Egill er 2004 módel, er með 7 mörk í sumar samt. Ok. Já, þetta er alveg leikmaður. Marin og Hilmar með 5 mörk.
5 mörk og 5 gul. 5 mörk, 5 gul, ekki draut. Það sé allt gul fyrir að rífa svo úr á hann þegar hann skorar. Kemur langur. Herðu. Mikael. Bjarni. Bjarni, hvað er að gerast hérna? Birgir bakvörður. Birgir bakvörður. Egill. Fyrir. Stykkin. Nei, sláinn maður. Vá, þetta var færi. Koma þessu frá. Grétar, þetta er eitthvað svona. Nei. Það lætur leikinn halda áfram. Þarna voru skall hurðunar í hælum á Karmanum. Nei, í mér er hann svolítið... Nú er byrju, það er gult á... Ha? Ég hef aldrei séð hann að dómara, ég ætla að viðurkenna það. Hann heitir Atli Björn. Árni Salvar er ekki sáttur með þessu. Nei, það er hugsanlega fyrsta brot. Þetta var líka galið gult. Hjá Grétari Það var kannski brot. Já. Þannig að, hvað, 2 gul komin að Karmanum? Já. Já. Hver var að fá gult hérna? Grétar. Sjáum að það er... Stundum í skot. Já, ágætistilraun. Æfingabolti fyrir að loga Mar. Svo það er ágætismæting hjá Fjölnismönnum. Á okkar hægri hönd. Já. Síðan á logi. Og já, Mar er með hann hægri megin. Hvað gerir hann? Það reynir að kötta hann út þarna. Fær innkastið fyrir ekki hann hodni. Árni Salvar. Nú kemur enn einn pílan. Þeir eru hodni þreyttir á að fá þetta Við þurfum að nýta þetta, þetta er alveg köst. Áður en að maðurinn fær að fá verk í öxlina. Það er erfitt að kasta svona mikið. En já, það er ágætis mæting í höllina, verð ég bara að segja. Það ekki, já. Ég er lítið til hægri og vinstri. Danni Heimismættur. Gott að sjá hann hérna. Þetta er langt. Flikk. Árni Salvar sko hefur verið bakvörður á upplægi. Búinn að vera hafsend mikið með Karmanum í sumar og verið ekkert eðlilega góður. Já, þetta er góður leikmaður, mikil kraftur og mikil passjón. Hann ætti náttúrulega að vera að spila þetta í lengjudildinni. Jó, ég myndi alltaf segja það. Hann átti nú tímabil hérna sem hann spilaði frammi fyrir Karman. Já. Þegar hann var í öðrum flokk. Og hann hefur farið víða á vellinum. Fór hann ekki í Grindavík og lán líka? Jú. Fór í Grindavík og lán. Sjá að Bjarni voru hafstinn, þetta er snúningur. Nei, þetta var ekki Bjarni Þór. Þetta var Árni, afsakið. Stefán gerir vel að græja þetta. Finnbói les þetta bara. Ekki það. Mike. Mikael með lélega settingu. Birgir. Mikael. Birgir Þór. Birgir Þór. Já. Það er barningur hérna á miðunni. Nú erum við að detta svona síðari enda hálfleiksins. Spurning hvort það kom ykkur orka hérna. Já. Káramenn með ekki fá sér mark hérna fyrir hálfleikinn. Nei, þetta er oft kallið marka mínútan, 43. Já, það ekki. Skiptingin yfir vinstri, Benni með þetta á lás. Varnarleikurinn að Kára hafa verið fínn í dag. Já.
Það fannst mér vitlaust innkast. Já, mér finnst það búin að vera tæpur hérna, Birgir. Kannski ekki bakverðar upplæði. Þeir eru oft. Nei. Og við vitum ekkert um það. Nei. Birgir er 2007 módel. Spila 19 leiki, uppalinn Fjölnis strákur. Spila fyrir verslaliði þeirra Vangi líka. Já, spilaði þar á undirbúningstímabilinu sínu. Það veit ekki. Það ekkert á þetta. Stungan að láta dómarann heyra. Já, það ekki fyrsta skipti hérna í höllinni. Nei. Birgir Bakur er búinn að vera mest í boltanum á öllum í leiknum. Já, hann er búinn að fá nokkra snertingar á boltan. Sjá Bjarni, hann er svolítið að hann er að reyna svona sexy hluti. Já. Árni með pílu fram. Við verðum að fara upp í þetta, Mikael. Það getur ekki verið mikið bætt við það. Nei, það er lítið búið að gerast ef við erum hreinskilinn. Það er ekki mikið að meiðslum eða... 2 gul spjöld reyndar. Það tók nú ekki langa tíma að greina úr því öllu. Þetta getur varla verið nema bara 1-2 mínútur. Já, þetta er Egill. Það fá hotnið. Þetta er alltaf hættulegt svona rétt fyrir hálfleikinn. Já. Egill Otti. Egill Otti ætlar að taka það. Egill Otti með spyrnuna. Vói, fyrir gegnum alltaf pakkan. Hann bætir ekki neinu við. Birgir. Bætir ekki við. Þannig að það er komin hálfleikur, staðan 1-0 fyrir Káramönnum. Við kannski sýna ykkur mörkin, maður sjá, já, sjáu þið markið hér. Held ég að komið eða hvað? Nei, ég get ekki sýnt ykkur markið. Ég sýna ykkur markið, eða hvað, getum við séð markið hérna? Eitthvað að reyna að fikta í tökunum hérna. Já, sjáum að markið kemur hérna. Það var Sigurjón Logi sem að gerði það. Og Káramenn leiða hér 1-0 í hálfleik. Við segjum, við förum í smá kaffi og komum aftur með seinni. Heldur betur.
Já, þá var seinni hálfleikur að fara á stað. Menn búin að jafna sig eftir fyrri. Við eigum nú nokkuð mörg inni, Fylkir eða ekki? Jú, ég var að tala um eitthvað markaleik. Þetta hefur nú ekki verið að spilast eins og markaleikur hingað til. Nei. En það getur allt gerst. Seinni hálfleikar í höllinni eru yfirleitt meiri orka. Já, það verður nú bara að segja það. Já, þá var þetta að fara á stað. Klukkan er komin í gang. Og við viljum fá aðeins meiri mörk í þetta, það er nú gaman. Kármann er konur strax upp hægra megin, Finnbogi Laxdal. Byrja þetta krafti. Já, þetta viljum við. Gretar 1-1, tekur skæri sín. Birgir með lágan hérna, innkast. Alltaf jafn flott bakkelsi og kræsingar hérna í höllinni. Það ekki? Jú. Sko það eru hérna, enski boltinn er líka farin í gang, sáum að Brighton er að vinna Aston Villa 4-0 þar. 4-0, þetta er tölur eftir 30 mínútur. Og Bournemouth er komið yfir mútið City. Nú. Sáum að Kármann er með hann hægri megin, Bennis er með hann hægri, skotið. Új, Veran. Vel var ég á Snorra í markinu. Þannig, Fylkir, þú ert Liverpool-maður, ert þú bjartsýnn fyrir tímabilinu? Ég er á báðum áttum, ég eiginlega ekki, ef ég er hreinskilinn. Nei, er ekki fínt að vera ekki bjartsýnn? Jú, láta bara koma svo óvart. Já. Það er flikkið og... Það er auðvitað fyrsta leikur á þeim eftir. Já. 15:30. Egill keyrir bara með hann upp hægra megin. Fær nokkra menn í sig. Mikael. Þetta var... Já, Gretar vinnur vel tilbaka. Enga skiptingar voru held í hálfleik. Ég held ekki. Bæði lið óbreytt. Sko... Mikael, þetta er ekkert á þetta eða hvað. Aukaspyrna fyrir Kára. Langur fram, Finnbogi. Új. Jájá, Finnbogi gerir vel. Hörru, tók náðu afturlegri, ég sé það bara strax. Vilhjálmur. Þetta er ekki gott. Það var þetta framanlegri. Greinlega komið kaldur inn í seinni. Sjáum að bekkurinn á Fjölni er farin að heita. Senda einn á stað hana sem að... Vilhjálmur, ég held þetta væri framherji sko. Hann er það ekki með mörk skorað á KSÍ. En hann er á 2 leiki fyrir U19, 8 leiki fyrir U18. Þetta er efnilegur leikmaður. Mark fyrir U18. Takk. Maður sjá, 2000 og... Hvað hérna árger er þessi strákur? 2002. Þetta er reynslan. Þetta er, já. Strákur eða maður jafnvel. Eitt tímabil með Þrótti Reykjavík. 2001 í lengjunni. Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson. Örugglega einn af svona betri leikmenn liðsins kannski. Já, sko, Ían náttúrulega fær Baldvin Berntsen, hafsend frá Fjölni. KR tekur Július Mar held ég hann heitið hana. Hafsend frá Fjölni. Já, alveg rétt. Þetta er kannski eitthvað svona hafsenda faktoría hana í Grafarvoginum. Egilsveitinni. Já. En ég held að hann hafi tóknað hana, það er klárt. Það er ótrúlega óþægilegt. Við vonum að sé í lagi með hann. Hann er bara með 6 leiki í deild í sumar. Kannski átt við eitthvað meiðsla að stríða. Sjáum að... Hann er strax komið kælingu á framannlegri. Átni Salur að fara að þeyta þessu ný. Já. Þeir hljóta var að gera skiptingu myndi ég halda. Einu færra með hann. Átni. Flick. Sigurjón. Já. Nei.
Tómas í dauðafæri. Marino. Spurning hvort að Tómas hefði ekki gert þetta aðeins að meiri ákafa. Já, hann bara bjóst ekki eiginlega við hann. Já, kannski bara það. Fjölnismenn ennþá einu færri. Þannig við veist alltaf að spila áfram, eða hvað? Nei, ég trúi ekki. Nei, það getur alveg verið. Hann á ekkert í það því miður. Það er eitthvað að bíða með þetta. Já. Aukaspyrna. Þetta hlýtur bara á spjald með línuna hérna í... Hann ætlaði í vasan, en hann verðist alltaf... Þetta hlýtur á spjald með línuna í fyrirháleik. Það er ekkert annarkvort eða í þessu. Það er... Marino er ósáttur. Það má nú ekki mikið láta þess að heyra meira. Sama Mikael Hrafn ætlar að skrúa þetta inn í. Hann er mættur aftur inn á Vilhjálmur. Það er svoleiðis. Já. Það er flykki gegn. Úf. Nei, hann er alveg búinn. Hann náði að bjarga þarna og er búinn. Hann á ekkert í þetta, elsku kallinn. Því miður. Greinilega mikilvægur hlekkur í liðinu. Þeir ætla að sjá, þá er halda skipting. honum inni. Þá verðum við að fara á takana. Byttu nú við. Vilhjálmur er að fara út af. Hver kemur inn á? Sérðu það? Hurðin blessaða hana sem að sjá. Þetta er 18. 18. Markús Steinn. Markús Steinn Markan kemur inn. Nei, 88. Ég er bara... Klikkaði ég. Kann ekki að breyta þessu. Já. Það er Hóttið á fjær. Má ég sjá. Við get reset files. Nei. Sko ekki vera feikt í þessu kannski. Það var mistök. Það var að mistök á okkur. Má ég sjá, hver er 88 og sko... Mikael Trausti Viðarsson. Egill. Ímer. Árni Steinn. Stefán er á undan í boltan. Gerir vel. Mjög ungu bekkur hjá Kármannum. Já, mjög. Það er bara Kolbeinn Tumi sem er elstur á bekknum í þetta. Og Gísli Fannar. Gísli Fannar er báður. Það eru flykki gegn. Brjáður. Maður sjá, Mikael Trausti kom inn á það ekki. Hann er komin í vinstri hafsendin. Mikael reynir að finna Marino í gegn. Það er eitthvað að kveika sér. Birgir Bakurur finnur Árna hérna, droppar hann niður. Tómas Týr. Logi í vessin eða hvað? Jæja. Fjölnismenn. Grétar gerir skemmtilega. Mikael ætlar að finna hann aftur. Dagur Ingi. Mikael Trausti þarna. Birgir coverar vel.
Finnur Tómas. Já, þetta er sendingin. Finnbogi með hann upp hægra megin. Koma þær á ferðinni hana. Þrýr inn í teig. Aðeins og langur. Grétar nær honum þó. Kemur með boltan fyrir. Tómas Týr. Og svo fljótur á sér þarna. Þetta er Bjarni Hafstein. Ennþá með hann. Gerir skemmtilega. Ég sé ekki alveg hverju með hann hana. Þetta komur á fyrir. Hver var þetta? Var þetta bara Birgir Bakurur? Það ekki, sá Dagur Ingi. Títtnefndur. Já. Þetta skallaði burtu. Ímir nær honum ekki alveg. Sjáum við þið. Hann hangir í honum. Grétar á hjólinu. Frábær tækling. Tækling. Já, honum Degi. Það var ekkert á þetta ef ykkur er að biðja það. Ímir skiptir honum yfir. Þetta er bara eins og bortennisleikur núna. Það er bara með augun alltaf. Þetta er Bjarni eða ekki? Þetta er Bjarni, ásakið. Tínir honum aðeins. Bjarni og Mikael Hrapp fyrir liðsfélagar, það er ekki rétt hjá mér? Í Ólafsvík? Í Ólafsvík. Jú, þeir voru alltaf báðir þar. Gott ef ekki, sko. Sveimið þá. Herði Snorri með áhugaverða sendingu hérna. Grétar þarf að koma hann á fjær. Nær ekki. Alvöru pingpong hérna, Já. það er orðnir dauðþreyttir. Nú verðum við að ráða niður Káramenn. Sjáum að það er langt á milli varnar og miðju hér. Já. Finnbogi flikkar. Snorri. Mikael. Grétar 1-1. Þetta er staða. Aukaspyrna. Grétar óhræddur við að fara menn, það er gott að sjá. Já. Brotið á Ími. Ímir líklega að slá eitthvað metið, það er að segja flest brot. Það er bara eins og Jack Grealish, sko. Já. Hann fær svona 10 aukaspyrnur í leik. Það er skipting. Skipting. Vilkir 16 út af. 16 út af, það er Mikael Breki. Er ekki örugglega skipting? Jú. Jú. 16 út af Mikael Breki. Leikmaður inn á. Mikael Breki búinn að vera fínn fyrst mér á miðunni. Ég held þetta sé Bjarki Fannar. Það þarf að gíska. Ég sá í 5. Stupusson. Snúður vinnur. Snúa sér. Það ætla bara að snúa Það að ekki bara. okkur. 4-5. Held það. Það ekki? Jú. Ok. Birkir. Fjölnismenn múið að gera 2 skiptingar. Já. Káramenn. Og 2 stopp. Það ekki? Jú. Birgir. Hver var kominn á sig? 45, já. Bjarki Fannar. Arnþórsson. Mikael. Þetta er skemmtileg bolti. Góð varnarleikur. Bjarni. Bjarni svolítið að finna hann í svæðinu hana. Ímir. Já. Þetta er vel spilað á Fjölnismönnum. Hann heldur honum inni.
Bjarni, hann er svolítið í frí róm. Já, hann er svolítið út allan völl. Þannig að fá mikið traust. Gerir þetta skemmtilega. Fær hann aftur. Frábær tækling. Hörku tækling. Sigurjón heldur honum. Marri. Sigurjón. Örðu. Fer hann á hjólið. Mikael er. Já. Þetta var vel gert af Gormanum. Sjáum að er ykkur að gera sig kláran á bekknum hjá Kára eða hvað? Þetta er Kolbeinn Tumi. Tumi. Ég held að þetta séu fyrstu mínútur hans fyrir Kára þessum ári. Ég held að hann ekki kom inn á hver fer út á þá. Skipting maður sjá. Gretar út á. Gretar verið flottur í dag. Já. Verið óhrættur við að taka menn á. Kolbeinn Tumi kemur inn á. Það er annar leikmaður sem er óhrættur við að taka menn á. Já, hann er nefnilega skemmtilegu leikmaður. Við sjáum einhverja Neymar takta í honum í dag. Kolbeinn verið duglegur á TikTok í sumar með Kolbeinn aðganginn. Já. Með svona golf-content, mjög skemmtilegt á hann. Mikill golfari þessa dagana. Hvet ykkur til að tjekka á því. Svona líka plötusnúður. Já. Birkir kloppar hann að það skemmtilega. Mikael. Kormen fær hann yfir. Finnbogi. Benni, hægra megin. Vá, Benni er með alvöru Hamrar hann inn í. Það verður gaman að einn Káramaður var mættur hana og nær stöngina. Sjáum að þetta er Viktor Andri með hann. Já. Stóru skrifin. Þetta er vel gert hjá hann fyrir skotið. Og ég er með þetta. Sjáum að Árni Salvar, nei. Hann segist vera búinn. Hann heldur fyrir andlitið á sér. Vonandi er þetta krampi eða er þetta meira en það? Hvaða varnarmenn er á bekknum hjá okkur hérna? Það er Viktor Gasiaski, Gísli Fannar. Salvar, þetta er ekki góð frétti fyrir Gáramenn. Hann er bara að fara út af. Já, hann ætlar ekkert að láta reyna á þetta. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Já, það væri skellur. Það væri algjör skellur fyrir Gáramenn. Já. Tómas Týri komið fyrirlega bandi. Sárt þjóður. Já, Albert Hafstars kemur hérna inn á knúsaran. Það er svo hughrista. Tómas fær bandi á. Tómas var náttúrulega fyrirliðinn í fyrra, er það ekki? Já, og allavega 23 líka held ég. 24, manna ekki. Hann hefur allavega verið fyrirliði ára á Gorman. Þannig að þetta er ekkert nýtt, hann er ekki að stíða nýtt ról. Nei. Hann er fyrirliða típ. Já, mikil leiðtogi. Alveg karakter sko. Sjáum að, er skiptingin komin eða? Nei. Káramenn eru það einu ferðin núna. Marri. Kolli ætlar að keyra í gegn. Stefán. Kannski ekkert ólíklegt að Tómas detti bara niður í hafsendin og Viktor fari á miðuna. Og jafnvel reginn í Jón Þór líka. Kolli kloppar hann. Ætlar að reyna hann á fjær hann. Er þetta Viktor hann að koma inn? Já. Viktor held ég að fari bara beint í hafsendin sko. Marino kemur með boltan á fjær. Þar sem enginn er. Þá kemur skiptingin eða ekki. Það er, jú. Viktor Gasiaski. Viktor Gasiaski, efnilegu leikmaður. Þetta er alveg teimið hérna hjá Kármannum, Siggi Jóns og Albert Hafsteins. Já, þetta er dýr bekkur. Það verður að segja eins og er. Svo er Siggi Jóns á bekknum hjá Ía aftur. Hann í teiminu þar líka. Já. Þannig að hann er að taka tvöfalda vakt hér. Já. Ekkert golf hjá honum í dag þá? Nei, meira í þessar blíðu. Hann er örugglega
ekkert of sáttur með það. Nei. Það var nú í gær samt held ég. Það hlýtur að fara í kvöld. Já. Tekur chips á því í kvöld. 60 metra chipin, hann er automatic, segir. Snorri með hann fram. Það var gaman að sjá hvað þetta gerir fyrir Káralega. Að missa Árna Salvar út af því að hann hefur ekki mikið mist af leikjum í sumar held ég. Hann hefur verið gríðarlega mikilvægur. Hann er með 20 leiki í sumar. Þetta er hann með 18 leiki. 5 mörk. Það er Mörkjón. Það er Mörkjón. Það er einmitt. Já. Hérna er Kolli. Kolbeinn Tumi. Og heppinn að komast ekki fram fyrir þarna. Með 2 töffara bönd og númer 70. Og tattoo. Er hann með teygju í hárinu líka? Gott ef ekki, sko. Viktor, lesi þetta vel. Já, vel gert hjá Stefáni. Stefán er flottur í dag. Penni. Já. Ói, óheppinn hann. Já, Finnbogi lesi hann hann. Kyrrin á völlin. Mikael með hann. Á vinstri. Langaði að fara í skotið. Kolli. Finnur Benna þarna hægra megin. Já. Ói! Góð tilraun hjá Finnboga hana. Snorri var nú með þetta allan tíman. Já. Ímir finnur plásu á þetta miðinni, vel gert. Dagur Ingi. Fjölnismenn róta niður. Fjölnismenn, Viktor er nefnilega, hann sleit crossband sko 2005, svolítið langt út síðan, þannig að hann hefur alveg verið að recovera vel eftir það. Hann er fæddur 2007, nei, hann er 2009. Hann er 2009. Slita crossband svona ungur, það er... Hann hefur mikið verið með öðrum flokki í sumar. 17 landsliði á leiki þar. Já, hann er mjög efnilegur. Hann er bara með, þetta er hans 3. leikur í sumar fyrir Kára. Hann er heilmenn með hælinn hann út. Hörðu! Nei! Alvöru skot! Fáum að sjá endursýninguna þessu. Þetta er Bjarni Hafstein. Þetta var alvöru þrum að sjá þetta. Stefán Marri hælar hann hérna á hann. Þetta hefði verið rosa. Bjarni Hafstein með ennina taktana. Þetta er annað sláarskotið hjá Fjölnismönnum. Já. Logi. Þetta er vel gert. Tómas er með ágætispláss að vinna með. Verður að finna Kolbeinn vinstra megin, drífur ekki. Fellur þetta við. Hægri bakur í Fjölnismanna. Kolli gerir vel. Kolli svolítið erfitt. Kolli fer hérna í Ími. Nú ykkur hagnar á þessum að sjá 45, það er Bjarki á Viktor. Bjarni, vinstri. Nei. Nú eru Fjölnismenn aðeins farnir að banka. Ímir ætlar að skrúa hann hérna. Sjáum að dómarinn fyrir eitthvað að tala við hann Kolbeinn. Hann gefur hann gult. Það er 3. gula spjaldið á Karman. 3. gula spjaldið. Var þetta ekki fyrsta brotið hans Kolbeins? Jú. Sjáum hann steig nú aðeins á hann. Já, kannski mesta gula spjaldið sem ég sé allavega hinga til. Af þessum 3. Já. Fyrir utan kannski Tuð í Marra. Marri Tuð. Það veit ég hvað hann sagði en... Það var alvöru Tuð. Hann á það til.
Logi með hann fram. Það þarf að færa smá hít í leikinn sem gott. Þetta hlýtur að aukaspyrna. Nei. Á Rodney. Árni ætlar að keyra hann á völlinn. Bjarni flikkar hann lengra. Bjarni allt í öllu. Káramenn þurfa kannski að fara að loka svolítið á hann. Á Bjarna. Já. Hann bara út allt. Sko, við glemdu líka að nefna það að þjálfari Káramanna, Úlfur Arnar, er náttúrulega fyrirverandi þjálfari Fjölnismanna, þannig að þetta er alveg persónulegur leikur fyrir hann. Og ég held að hann hafi hætt hjá þeim, ég man ekki alveg hvenær, það var allavega eftir síðast tímabil eða í kringu það. Og kom inn í Kára-teymið fyrir þetta tímabil. Það er kannski glemdum að nefna það að þetta er hans leikur náttúrulega líka, þessi viðureign. Já, þetta er eiginlega, nummer 1 og 3 er þetta hans. Já. Úlfur Arnarslagurinn. Úlfur Arnarslagurinn, hérna í höllinni. Persónulegt. Eins og að vera. Smá eltingaleikur á Káramönnum þess dagana. Við, podcast landsins segja að Fjölnismenn væru á leiðinu uppi með Úlf í brúnni. Já, það væri svoleiðis. Þetta hlýtur að vera spjald. Nú er hann eitthvað að pæla. Með spjald í hendi og Ímir er að fá spjald. Ímir er að fá spjald. Mikið lofa klapp hérna í höllinni. Góður bolti. Upp í loft. Upp í loft. Upp í loft fer hann. Bolt á fjær. Snorri les þetta. Gunnar Bogi varmarmaður Kára með númer 99. Já. Áhugavert. Það getur verið minni gripur seinna. Við sjáum náttúrulega Ármann Ingi Skamaðurinn með 69 hjá Víking. Já, það er... Ertu búinn að fá söguna bak við það? Var það... Ert þú komið með hana? Nei, ég er svona... Rauð með að sjá hann fyrir mér velja þetta, sko. Olli reynir að kloppa hann hérna. Er þetta ekki bara svona flip? Já, svona mæta á skrifstofuna á Víking og biðja 69 treyna. Það er mjög fyndið. Það er gaman að sjá hvað Kári hafa sagt í því. Kári þarna. Hot. En hann er búinn að standa sig vel þar, Ármann. Já, hann er bara að spila fullt af leikjum og í Evrópu og... Gengur vel. Þannig að þetta var kannski ekkit allslæmt múf hjá honum. Nei. Við gátum ekki nota hann. Kolli fyrir að taka þetta stutt. Fá hotn upp á þessu. Það taka á hægri. Er þetta ekki Bjarni eða? Já. Hann er hægri fótar. Nú, okkur var hann að taka vinstra. Mér sýndist það. Bara svo Sandika Sorla, sko. Bara ákveður, kort. Eða Andri Adolfs. Andri Adolfs. Bjarni. Boltinn á fjær. Það var Bjarki Fannar með krossin hana. Tíðindalítill seinni hálfleikur. Já. Það er komin 75 á klukkuna næstu því. 74 ár. Ími flikkar honum, Sigurjón flikkar honum. Birkir fær hann yfir sig. Árni. Þetta er aukaspyrna.
Ímir. Mikael. Bjarni. Já, hvað er manni að þetta? Innkast. Hörðu. Þetta hlýtur bara á spjald, eða ekki? Þetta var ekkert spjald. Kolli flikkar hann með yfir Finnbogi. Já, kemur hann í gegn. Ekki brjóta Kolli, já. Mikael. Dagur. Sem þetta er Rjáður og það uppsker mikið lóga klappi á karmanum. Stúkan trillist. Já. Nú sér það alveg að það er Skagamenn að dreyma. Já, það er mikið undir í þessu leik. Það er gríðarlega mikilvægt að vinna hann leik og setja pressu á Selfyssinga sem að spila seinna í dag. Það verður snilt. Marri með tæklinguna. Sjáum að Egill Otti komin hægri með hann. Þetta er geggjaður kross, vel gert. Góð varnarleikur. Kröttaði hann út í bóksið. Það er enn hotspinnan. Það er Egill sýnist mér. Selfossleikurinn er byrjaður. Er hann byrjaður? Já. Nú, ég held að hann var reglulega 4. Hörðu! Káramenn þurfa aðeins að kveikja á sér. Egill með hann hægri megin, chippar hann inn í og fjær. Rjáður. Rjáfur. Já, hann er byrjaður sér. Það er 0-0 bara eftir 3 mínútur náttúrulega og Já. eins og staðan er núna þá er Selfoss í öðru sætinu. Já. Þetta Á einu stíi. leikurinn eftir á einu stíi. Og það eru konur yfir með Hvíta reyðaranum. Strax á 4 mínútu. Hvíti er eiginlega fallnir eða ekki? Hvernig er staðan? Þeir... Já. Jú. Já, ef þeir tapa þá eru fallnir. Já. Svona ish. Þeir eru að... Aukaspilna. Ímir er búinn að fá. Hvað er búinn að fá margir? Örgulega upp í svona 10 aukaspilna. Hann hefur verið flottur í dag. Já. Hann er svona í smá svona drefa spiliróli hérna aftastur á miðinni. Mjög flottur. Hlýðningur þarna. Vel spilað hjá Fjölnismönnum. Þeir keyra upp. Benni er góður varnarlega nefnilega. Sjáum að Káramenn ætla þeir ekki að gera fleiri breytingar eða eitthvað. Smá þreytuverki í Kármannum. Já. Bjarni. Nei, þetta var Árni ásakið. Egill. Mikael. Árni. Egill. Það var ekki spes. Logi Mar ekki þurft að gera neitt sérstakt í þessum leik. Hann hefur ekki þurft að taka á hann stóra sínum eins og menn segja. Já. Þetta var alveg bolti. Einmitt þegar við segja það. Kolbeinn með pláss. Mikael. Mikael, hvað ætlar hann að gera? Vá. Kolli. Gildinum. Fótið yfir.
Já. Klára menn stíga þessu upp. Egill með misjafna að setja guðna hans. Vel gert hjá Stefáni. Já. Verið flottur í dag. Já, mjög flottur. Hendi. Káramenn fagna því. Já. Skiptingar. 3 skiptingar. Hvað sagði hann? Dagur. Egill er að fara út af. Egill Otti og Ímir held ég líka. Ímir er að fara út af? Ímir er að fara út af. Ok. Ekki fá fleiri aukaspennur greinilega, félagsmenn. Egill, Dagur og Ímir út af. Hver er þetta að koma hérna á? Hérna kemur hann hérna sem við settum á hann, Markus Steinn, nr. 18. Já. Þetta er ekki Aron Fannar Hreinsson líka, nr. 7. Hann kemur inn. Og 25, það er... Ímir út. Hver er líka kominn á segirðu? Skráður í treyjunum með 25. Við erum búin að setja Markus Steinn inn á það. Já, gerðu það óvart á hann, heilaðir. Þetta eru, já. Númer 7, Aron Fannar. Aron Fannar. Var ég ekki búinn að setja hann inn eða? Jú, minna. Jú, hann er. Þetta er alveg... Þetta skiptir svo sem ekki öllum máli hjá okkur. Nei, en... Númer hvað er þessi meistari sem er... Finnbogi að fara út af líka. Finnbogi að fara út af. Finnbogi út af og hver kemur inn á segirðu? Það er Jón Þór Finnbogason. Finnbogi skila sínu eins og vanalega. Þannig kemur Finnbogason. Já. Í frægu 10-unni. Við náðum ekki alveg þarna 2 skiptingum hjá Fjölni, eða? Það var held ég sem vitlaust merktur hann einn. Skráður í treyju nr. 25, það er enginn á skýrslun nr. 25. Hún hefur greinilega gleymst í þvottavélinni. Já. Kolli opina það, í tilbaki á honum. Langur fram. Virðist vera Einar. Ok. Hann fór inn á fyrir hérna Dag Inga. Einar... Nei. Einar Örn. Einar Örn Haraldsson. Svo inn eftir. Ímir út. Hver er komin að miðjuna hana? Já. Það var 18 á, settu 88 inn. Það við glemdum honum á hann. Okay.
Það hafa þetta hérna hjá okkur. Já. Nú fer að síga og bara loka sprettir í þessu leik. Það er ennþá 1-0. Eigum við ekki 1 mark inni? Jú. Jafnvel 2. Maður var að loða upp í ermina á sér einhverja partí hérna í höllinni en það var ekki ennþá. Það hafa ekki verið mikið af partíleikjum hérna hjá okkur í. Vissulega ekki. Svolítið svona ókáralegt tímabil þannig lagað. Eða hvað, sjáum hérna Fjölnismenn fyrir utan bóksið. Þetta er ekki nóg. Magni eru konur yfir á Grenivík á móti Ólafsvík. Alltaf erfitt að fara norður á Grenivík. Já, það er erfitt. Hverju ætla ég að tjekka á hérna? Fókus er Siggi Jóns. Siggi Jóns er staðan upp. Það var mikið undir. Já, mikið undir. Birkir missir hann. Aron Fannar. Skemmtilega skiptingu. Benni gerir vel. Jón Þór. Þetta er aukaspinna. Það fram með leikinn sem dómarinn. Skemmtilega vel gert. Mikael Birkir ekki rangstæður eða hvað, nær hann þessu? Já. Fyrir innan. Jú, það hafa nú verið ykkur mörk hérna á Kóramanum í sumar. Nokkur 1-1 jafntefli. Já. En við tökum 1 sigur, það er nú bara hannig. Jú, það er alltaf hannig. Oft sætustu sigrarnir. Já. Nú verða Káramenn að vinna vel. 25. Bolti maður. Bolti, hann inn í. Birkir Hrafnir er eiginlega búinn á því þarna vinstra megin. Liggja Káramenn svolítið undir. Káramenn er ekki lengur að hita upp, sko. Erum við búin með 3 stopp? Nei, það er bara Kolbeinn og Viktor Konrin og Jón Þór, við erum búin með 3. Þetta er allt í 3 stoppum. Þannig að við eigum ekki fleiri skeytingar. Kemur boltinn inn í alvöru píla. Langt einkast. Skallaði burtu. Sjáum að nær Kolbeinn þessu eða hvað? Já, nei. Langur í gegn. Logi hlýtur að lesa þetta er vel gert. Kýperinn fer út í þetta, vá. Fínt hjá Kolla. Kýperinn komið vel út af tegnum þetta til að sparka þessum burtu. Mikael Stefán. Logi á Sigurjóni flikkið. Marri! Það hlýtur að vera eitthvað. Káramenn fá aukaspyrnu. Marri er sárkvalinn eftir þetta. Hlýtur að stoppa leikinn ef leikmaðurinn er meiddur. Nú er allt að fara að sjóða upp úr hérna í höllinni. Ætlar hann ekki að stoppa leikinn eða? Kolli lesi þetta. Það gerir vel. Kolli. Mögulega geta sett hann yfir markmann hann eða litið upp.
Marri liggur hann eftir. Marri staðan upp. Þetta svolítið playið núna, setja hann á Sigurjón í flikkið. Já. Vinn í kringum hann. Nú eru konar 90 mínútur á klukkuna. Hver eru að búast við að þessi bætt við? Ég þetta ekki bara svona 3 kannski. Herru, svo mátt þú velja mann leiksins á Káramann. Já, ég er búinn að vera að hugsa þetta. Ég held að Stefán Logi sé minn maður leiksins. Búinn að vera flottur. Raunin er ekkert búið að bera mikið á miklu í þessu leik, en hann er búinn að standa sér framarlega. Búinn að gera sínar aðgerðir vel. Já. Sammála því? Já, ég er bara mjög flott. Þannig að Káramenn er að kera sig gjössalega alveg út hérna núna. Mikael. Gert hjá Stefáni. Sigurjón var að vinna þetta. Sigurjón er orðinn þreyttur. Sigurjón er búinn að því. Fjölnismenn er að finna plássi þetta fyrir fram að vörnina. Nei! Bolt í gegn, Stefán. Oj, stöngin! Stöngin! Og fær hann í sig þetta. Þetta Var rosalegt. Vá, þetta. Sjáuðu sendingunni hérna. Birkir er náttúrulega búinn að vera búinn á því í 10 mínútur. Stöngin í hann. Þetta er hugsanlega leikurinn. Þetta var eiginlega færið. Vá. Sæll. Þetta hlýtur bara að búið núna. Við erum að challenge þetta, strákar. Við erum að stíga, sko. Burt með þetta. Þrjú stangara sláarskot hjá sæll. hjá Fjölnismönnum. Það er þó það, sko. Já. Eru Fjölnismenn með hærra XG eða? XG er ekki hátt í þessu leik, sko. Nei. Jón Þór lesa sendingu. Keyrðu upp. Færið marki á Sigurjón. Kolli hæri. Fínt hjá Mikael. Kolli upp í hann. Svo Benni með 8 gíra, sko. Þindalaus, gjörsamlega. Flauta þetta af, þetta er búið! Stúkan er staðan upp. Næstu í staðan upp. Það er farin að kalla eftir að dómarinn flauti þetta af. Fá þeir 1 færi. Logi. Yes! Þetta er bara búið, dómari. Nú hlýtur hann að flauta þetta af. Þetta lítur að búið. Herðu, Selfoss eru vendingar. Selfoss eru konur yfir. Jæja. Sjáum þetta. Sigurjón. Kolli. Oj! Vel varið hjá Snorra þarna í markinu. Framendasendinguna. Þetta var bara hárrétt hjá Kolla. Fer á hann þarna Yfri í fjær. Þetta er bara búið. Það er að taka sér tíma í þetta, eðlilega. Selfoss var að komast yfir. Ljótt mark sem er skoruð, heyrði ég. Frá okkar heimildamönnum. Nei, ekki. Kapot. Okkur tökum við þetta ekki stutt. Áhugavert hjá Káramanum. Var það ekki greisið? Jú. Birkir. Jú, það er bara... Flauta þetta af, dómari! Nú er þetta komið örgulega, hvað, 94 á klukkuna? 95? Það gerðist ekkert, sko. Allir þjálfarar Kárar staðnir upp. Mikið undir. Flauta þetta af. Hvað er konar? 94,5? Bætti ekki neinu við fyrir, sko. Nei. Það var ekki það mikið gert hérna í seinni hálfleik. Fá þeir 1 færi í viðbót eða hvað? Nei, þeir fá hornið.
Nú skellum maður á beinunum hérna. Úff. Nú verðum við bara að vera grimmir. Þeir taka þetta stutt. Stutt áhugavert. Boltinn Boltinn á inn í fjær eða hvað? frábær skalli hana. Viktor Kasjarski með... Nei, Losa hvernig fer þetta í gegnum allt? Bjarni með hann. Hvað ætlar Bjarni að gera? Núi! Farinn. Það flautar. Já! Káramenn, 3 stig. Káramenn vinna þennan leik. Gríðarlega mikilvægur sigur. Þetta er risastórt og við sjáum það, menn fallast í faðma hérna. Já. Þetta var huge sigur hjá Káramennum í dag á Fjölnismönnum. Alveg iðnaðar sigur, 1-0 á heimavelli. Glæsilegt. Þetta verður ekki fallegra. Frábær byrjun á þessum fótboltadegi hérna. Það ekki. Jú. Við kannski sjáum markið. Sjáum markið hér, held ég, já. Sjáum, Sigurjón kemst hérna í gegn. Klárar þetta með vinstri fæti yfir vegað. Þannig að ég held að við séum bara nokkuð góður hér í dag. Við þökkum bara samfylgdina og næsti Káraleikur er á föstudaginn móti Þrótti Búum. Það er annar heimaleikur. Sem að baráttan heldur áfram. Og við segjum bara takk fyrir okkur í dag. Takk fyrir okkur.